Já, jú, það kannski bara best að tala beint úr pokanum núna. Hver eru fyrstu viðbrögð? Það er bara vonbrigði, skilur við. Það var að dáttir út, við gáum þessu góðan séns. Við vorum hörku góðir hérna í kvöld og eftir stendur að við erum náttúrulega bara að spila við fengi gott lið, vel manna stjörnulið og þeir sýndu gæðin í restina það þurfti. Brandon Rossell setti hérna stórskot og setti stöngin út hjá okkur og því fór sem fór en bara stöngin út áreynda meira við í fótbolta. Já, ég er reynda að nota þetta aðeins. En skilur þú veist hvað ég meina? Já, en hvað breytist í þetta snýstolti við í seinni hálfleik, sérstaklega í byrjun? Grindavík tók reynda gott raun í lokin og setti þetta svona aftur í svona þægilegan, ekki ómikinn mun, en hvað breytir svona mikið í seinni hálfleik? Við komum pínu flatir út í seinni, það verður bara viðkennast og tölum um ákveðna hluti í hálfleik sem að kannski voru engar breytingar af þeim sem að komu ykkur í opna? Nei, sjálfum sér ekki sko, sjálfum sér ekki. Jú, þeir náttúrulega setja upp eitthvað play þarna sem við vorum ekki með á hreinu og þá held ég að fá í rauninu bara tvö stig út úr því en svo náttúrulega sóknarlega eru við svolítið svona við tölum um að fá boltan inn í og ég held að fyrstu skotun okkar í seinni hafi verið einhverju 15 eða skilur einhverju þryggjastæðarskot sem við vildum ekki fá og tókum við leikli og ég skildi fór aldrei, þeir fóru held ég mest eitthvað með 8 stigum yfir sem er ekki neitt þannig að tókum leikli og jöfnum þetta og svo var þetta bara hörku 4 leiklundi og eins og segi, við hefum áttum alveg við bara lentum öfum við strikið eins og sagt. En það hefði væntanlega verið alveg feiknalegur sláttur í þér eins og þú tekur upp til orða fyrir Oddaleik. Grindavík hefur góða reynslu af stjörnumönnum, hafa unnið á undanfarin ár, töpuðum 2010 ef mann rétt, en annars höfum við bara basically flysjað og sópuðum þeim síðast, hefði ekki bara verið eins og ég segi, sláttur á þér fyrir Oddaleik. Jú, það hefði verið geggjað að fara inn í Óskar í Oddaleik sko, það var eitthvað sem við ætluðum okkur, að venda heimavöllin og taka hennan leik, en eins og segjum, við bara stjórnum eiga þetta skilið og bara Hlynur Elías Bæringsson, hann á bara skilið að ekki það að ég sé eitthvað, auðvitað hefði ég viljað vinna þetta alltaf, en hann á bara skilið að eftir glæstan feril sem atvinnumaður að taka hann stóra og eftir 2 skítur í síðustu 2 ár og þá á hann bara, ég ætla að vona innilega að þeir fara allavega í hans vegna. Þú ætlar að stíga þetta hliðar núna og varst búinn að gefa það út. Hvað er highlightið? Er það væntanlega 2017 tímabili? Já, klálega, við fyrir alltaf leið og svo náttúrulega er þetta líka, þetta var geggjað sko, ég meina hvernig við snerum þessu við og ég viðurkenni það alveg að feelingurinn svona síðustu 2 vikurnar í regular season voru bara einhvern veginn þannig að menn voru einhvern veginn að bíða myndi klárast en við svona gáum þessu séns og fyrsti leikurinn í þessari seríu sýndi það að við ætluðum okkur eitthvað hluti og bara hvernig við einhvern veginn, hvað ég segja, bara skilurðu snerum þessu við bara innan okkar raða, ég er mjög stoltur af því og það er farið út með breitt bak, má segja. Já, klárlega sko. Og hvað tekur við núna? Verður við bara mættur upp í stúku í röstinu og útileikin líka í gulum búning? Og stundum það? Já, eins og staðan í dag sko. Opinber yfirlýsingar það að ég sé bara að taka með pásu og það er stendur enn. En ég er eins og ekki hættur að þjálfa, alls ekki og við bara sjáum hvað gerist. Ég ætla ekki að hugsa neitt hverju núna næstu 4-6 vikunar og bara taka með svona smá. Bara skilur við gera eitthvað allt annað og sjá hvað einbeita þér að því að landa titlinn í Englandi kannski? Nei, mér er skít saman á hvort að Liverpool verður meistari eða ekki. Ég skil ekki menn sem að það sem að vikan hún bara stendur á höllum í því hvernig leikinni fari í Englandi. Það er eitthvað sem ég aldrei skilja, þannig að mér gæti ekki verið meira saman. Höfum við það loka orðin, takk fyrir. Takk.